tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá erum við komin aftur yfir í borðtennis. En helgina var náttúrulega Íslandsmótið 2017 haldið og já, ég kom með á línuna einn yngsta meistaran og það er enginn annar en Kári Ármannsson sem að sigraði í tvendaleik ásamt Kára nafna sínu Kára Mími sinni. Heill og sæll félagi. Blessaður. Hvernig hefur það? Bara góður. Það hefur ekki verið leiðilegt að vinna núna titilinn þetta árið? Nei, þetta var mjög skemmtilegt. Já. Í tvíliðaleik karla, þannig að kannski hlustandinn á þessu, hvernig tvíliðaleikur fyrir þann sem veit ekkert borðtennis? Það sér þannig að það eru tveir saman í liði. Það mótið sér að tveimur öðrum upp í borðið, sem sagt. Og sem sagt, það er bara þú sér að þeir slá kúluna sér að bara til skiptis. Já. Sem sagt. Og annars virkar það bara svo venjulegur leikur, sko. Já. Þannig að það þarf mikið að treysta á makkarinn, kannski eins og hann er kallaður eða? Svo sem þú ert að spila með? Já, já. Já, ég meina þetta er samvinna. Já. En það er hansi skemmtilegt nafnið á þeim sem urðu meistarar. Það var Kári Ármannsson og Kári Mímisson. Eru þið ekki bara Kára liðið? Jú, tím Kári. Tím Kári, já. Hafið þið spilað oft saman? Já, við erum búin að spila sér allt tímabili núna í deildinni saman, tvíliðaleik. Í sér að KRA. Og það hefur gengið bara mjög vel. Já, þannig að þið náið ágætlega saman. Já. En þið unnuð þarna reynsluboltana Daða Frey og Magnús K. Magnússon og Víkingi. Það hefur væntanlega verið voðalega sætur sigur? Jú, þetta var sér í fyrsta skipti sem við vinnum þá. Já. Þið hafið sem mætt þeim áður? Já, og þá töpuðu við. Það var í deildinni akkurat. Já, þannig að þið hefðu heldur betur harmað hérna þarna? Já. Og það hefur verið svona, eða ekki alltaf í keppninni í borðtennis, það er svolítið oft Káur og Víkingur, það er svona rivals eða ekki alltaf í borðtennis heiminum á Íslandi? Jú, það hefur verið það í mörg ár, sko. Þannig að það hefur verið einstaklega sætt. Já, og segja það. En aðeins að þér sjálfum, hvenær byrjar þú í borðtennis? Ég byrjaði á 10 ára, eða 11 ára. Hérna í KR, Vesturbænum. Já, og ertu bara búin að vera límdur við sportið síðan þá? Já, það má segja það. Og hvað æfirðu oft í viku? Oft í viku, ég æfi svona, svona 4-5 sinnum í viku. Já. En náður að fylgjast mikið með öðrum leikjum á Íslandsmótinu fyrir utan það sem þú varst sjálfur að keppa? Já. Og hvernig fannst þið svona, keppnin í ár? Þetta var bara rosalega spennandi keppni í ár. Bara held ég sjaldan verið spennandi, sko. Það var náttúrulega kannski líka fyrirfram að þá var ekkit vita svona hverju urðu meistara því að það voru ansi margir, ef við byrjum bara að kalla með í einstaklingu. Það var ekkit vita fyrirfram hverju myndu taka það? Nei, það var ekki vita. Það var Daði sem var síðast ár og síðan var Magnús að koma inn aftur, hann vann. Já. Og svo voru það ekki káringarnir að sækja að þeim? Jú. Það voru hérna í meistaraflokki kalla, þá voru það ekki Kári Mímis og Daví Jónsson sem að gerðu allu? Jú, Daví Jónsson og Kári Mímisson akkurat, þau voru undan úrslitum. Já. Davíð vann mig í 8 mann úrslitum. Já. Og var það hörkuleikur? Já, Davíð er mjög sterkur, sko. Hann bara átti hennar sig og skilið, sko. En hvernig svona með framhaldið á þér eftir þetta mót? Hvað tekur við hjá þér? Nú það úrslitakeppnin í deildinni núna 20. og 22. mars. Já. Og við keppum við Víking B. Og síðan það sumarið, það eru verkefni framönda með unglingalandsliðinu og örugglega landsliðinu líka. Já. Og síðan smáþjóðleikanir og allt í gópen. Núna júní, maí. Já. Þannig að það er nóg hjá þér að snúast. Já, það má segja það. Já, einmitt. Ef við förum aftur yfir í Íslandsmótið, það var náttúrulega kvennamegin, það var
nýr Íslandsmeistari þar. Já, það er rétt, Kolfinna. Já, og hún hafði þarna betur gegn Aldísi Rúnu. Þetta hefur verið hörku innvíð, það ekki? Jú, þetta var svakalegt. Kolfinna hún var alveg frábær í þessu leik. Já. Og það var svolítið gaman þegar opnaðist þannig að náttúrulega Guðrún G. Björnsdóttir sem hefur unnið náttúrulega núna síðustu 3 árin, hún var ekki með og það var ljóst að það yrði nýr Íslandsmeistari. Já. Og þá varst þú búinn að teipa á eitthvað fyrir mótið? Nei, ég var ekki búinn að gera það sko. Nei. En ég hélt samt með Aldísi, KR. Jájá, skilur það liðsfélagi? Já. En svo var það í tvílaleik kvenna, sástu eitthvað til þess? Það sem að Auður, Tinna og Aldís mættu Bergrúnu og Ástu í úrslitum? Nei, herri, ég sá það ekki reyndar. Nei, ég man ekki alveg hvað ég var að gera á þessum tíma. Þú er að fagna eða eitthvað, ég man ekki. Nákvæmlega. Þú náttúrulega skiljanlega fagnar þegar þú vinnur. En hvernig liðsfélagi er nafnin? Hvor er svona betri í bortinni æfið saman? Já, ég myndi segja hann er með meiri getu sko. Hann er búinn að vera að spila úti í Svíþjóð og Bandaríkjunum og bara reynslu bolti sko. Já. Þannig að ég myndi segja hann sko. Hann er, já, ég myndi segja hann sko. En framöndan í úrslitakeppninni, þið mætið þarna Víking B, hvað er þetta að segja? Keppninni fyrra var svo hrikalega jöfn í deildinni. Það er ekkert hægt að spá fyrir hverjir standa svo sem Íslandsmeistari. Þetta er bara ný deild, það ekki, má segja, þegar komið í úrslitakeppni. Jú, akkurat. Það er bara 4 lið, sem sagt, í úrslitakeppninni. Já. Og það er bara, þú veist, það er bara spenna og gaman, sko. Fyrir þá sem kannski ekki vita hvernig þetta virkar nú í úrslitakeppninni, er þú og Kári þá bara saman að keppa á móti Víking B eða er einhverju fleiri sem er að spila? Það er sem sagt, í Kára eru sem sagt ég og Kári Mímisson og Skúli Gunnarsson og Breki Þórðarsson. Það eru nokkur í liði sko, og maður hafa varamenn ef einhverjir forfallast skilur. Og síðan keppi það lið bara móti þessu að öðru liði og þeir sem í úrslitin eru þess að 2 viðuregnir til sama lið. Já, þannig að þið þurfa að vinna þarna 2 leiki, það lið sem er undan. Er ykkur heimavallarréttur eða eitthvað svoleiðis? Eða er þetta allt? Já, þess að 1 leikur þess að við erum að keppa móti Víking B þá er þess að 1 leikur líklega eftir KR og 1 leikurinn þess að í TBR-húsinu heimavallar Víkings. Já, þannig að það er heldur betur veisla framundan í bortennis. Já, fyrir áhuga sama, það er náttúrulega inn á bortennis.is, það er hægt að sjá svona hvenær leikinni verða eða ekki? Jú, ég held það. Já, nákvæmlega. Þannig að það er ekki snilt. En já, Kári Ármannsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best. Það er heldur betur nú að snúast hjá þeir, heyri maður. Já. Bara bestu þakkir. Já, okay. Bless. Kári Ármannsson, já, aðeins 15 ára gamall, þetta er alveg frábær árangur hjá honum, Íslandsmeistari í tvendaleik ásamt nafna sínum Kára Mímissyni. Ef við förum í gegnum svona helstu úrslitin, við vorum búin að þylja fyrir í kvöld þarna í meistaraflokkunum og fleira, en ef við förum í, já, hjá tvílaleik kvenna þá var það Bergrún Linda Björgvinsdóttir og Ásta Úrbansis sem að unnu. Öðru seti var að Auður Tinna Aðalbjarnadóttir og Aldís Rún Lárusdóttir. Svo 3. til 4. var að Þórunn Ásta Árnadóttir og Stella Karen Kristjánsdóttir og Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir og Sveina Rósa Sigurðardóttir, þær eru KR og hinnar úr Víking. Og í tvílaleik karla það var að Kári Ármannsson og Kári Mímisson og KR sem sigruðu, Daði Freyr Guðmundsson og Magnús K. Magnússon Víking í öðru sæti, Birgir Ívarsson og Magnús Gauti Úlfarsson BH í 3. til 4. og hérna Magnús Jóhann Hjartarson og Sindri Þór Sigursson og Víking í einni í 3. til 4. En já, nafnarnir Kári og Kári unnu náttúrulega Daði og Magnús í æsispennandi úrslitaleik 3-2 og þetta er fyrsti titill beggja Kárana í einstaklingskeppni í meistaraflokki. Og í tvendarleik þá var það Davíð Jónsson og Aldís Rún Lárusdóttir sem sigruðu þar, Daði Freyr Guðmundsson og Kolfinna Bergþóra Bjarnadóttir sem var hér í viðtali fyrir kvöld. Þau voru í öðru sæti Skúli Gunnarsson og Guðrún G. Björnsdóttir í 3. til 4. og Kári Mímisson og Auður Tinna Aðalbjarnadóttir KR í 3. til 4. Og Davíð og Aldís endurheimtu þarna með titilinn sem þau unnu árið 2015 og þau sigruðu þarna 3-1 í úrslitaleiknum. Fyrstel kvenna var að Auður Tinna Aðalbjarnadóttir úr KR í 1. sæti, Bergrún Linda Björgvinsdóttir og Dímon í öðru
og 3-4 var að Þórunn Ásta Árnadóttir úr Víking og Stella Karin Kristjánsdóttir einnig úr Víking. Auðvitað sýndi góðan leik í úrslita leiknum og sigraði Bergrúnu sem var stigasti leikmann í flokknum í 3 jöfnum lotum 16-14, 11-9 og 11-9. Fyrsta flokki karla var Tómas Ingi Sjeldósi sigraði þar og BH. Öðru sæti Ísak Indriði Unnarsson úr Víkingi, svo var það Jóhannes Kári Ingvarsson og LF Kristján Georgsson og KR í 3-4. En Tómas laði Ísak 3-1 í úrslita leiknum og vann sinn fyrsta titil í fyrsta flokki. En Jóhannes Kári Ingvarsson sem var í 3-4 sæti enn í öðrum flokki og lagði 2 fyrstaflokksleikmenn á leiðinni í undan úrslit. Í annar flokki kvenna var það Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir úr KR í fyrsta sæti, Karitas Ármannsdóttir í öðru sæti úr KR, Sól Kristjánadóttir Miksaði úr BH og Áslaug Hrönn Reynisdóttir í IFR í 3-4. En Kristín var 3. stiga hæst í flokknum og þurfti að slá 2 stigastu leikminna sem báðar hafa leikið í fyrsta flokki til að vinna titilinn og mann Karitas 3-1 í úrslita leiknum. Og í öðrum flokki var það Karl Andersson Klaasson úr KR í fyrsta sæti, Ingi Brjánsson úr KR í öðru sæti og 3-4 sæti var það Guðmundur Ragnar Guðmundsson úr Víking og Kamil Mósek úr Víkingi. Karl sigraði Guðmund Ragnar Íslandsmeistarann frá því fyrra ári í 3-2 í undanúrslitum í hörkuleik og lagði svo Inga félaga sín úr KR 3-1 í úrslita leiknum. Meira þetta inn á bortennis.is en já, þáttu kvöldsins verður ekki lengra sinni. Ég þakka fyrir hlustunina og það er það nálgast öll viðtöl úr þætti kvöldsins strax á morgun. Njótið vikuna með okkur á Suðurland FM og áfram íþróttir. Fylgstu með á Facebook Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Meistaradeild Sintamanni í hestaíþróttum. Fylgstu með öllum keppnisgreinunum og sjáðu bestu hesta og knapa landsins etja kappi. Forsala miða fyrir hvert kvöld og á árspössum fer fram í Topp Rider og Baldvin og Þorvaldi.